Já, opnunarmyndin á Riff norsk mynd, heitir Elskling, þýtt elskuleg á íslensku og reyndar Lovable á ensku, en hún svona næstuð íslensk. Leikstjórinn Lilja Ingólfsdóttir, dóttir hans Ingólfs Margeirssonar, sem við munum mörg eftir. Skrifaði marga bækur hér og var ritstjóri og fleira. Og ég býst við hún sé að skýrði eftir systur Ingo, henni Liljans Flosa, sem var gift honum Flosa Ólafssoni og margir mun eftir og sakna. Það var aldrei elskulegt fólk, bæði Ingo og Lilja. En það einhver galdur við þessa mynd og ég fór á hana og maður heyrði það bara leið og myndið var búin að þetta svona mynd sem að fólk elskar að tala á leiðinni heim úr bíóinu og svo fór ég inn á Facebook og svo hellinga fólki að tala hana og það einhver svona kraftur í henni og ég fekk 4 konur hingað til þess að koma og ræða þessa mynd. Kannski svona erindi hennar eða efni eða eitthvað slíkt. Það ekkert síður heldur en eitthvað svona kvikmyndalegt form. Það hennar Vera Wonder Sölvadóttir sem leikstjóri, Vilborg Halldórsdóttir sem leikkona og Helga Rakel Rafsdóttir sem leikstjóri og Anna Svava Knútsdóttir sem leikkona. Verið velkomnar. Takk fyrir. Ef ekki bara, hvað við þessa mynd? Vera? Ég fór á opnunarmyndina á 50daginn og ég var eiginlega bara í sjokki yfir henni. Ég bara fór heim, ég labbaði bara beina leið heim til að hugsa málið. Og ég er búin að vera að hugsa málið síðan. Ekki komið niðurstaða? Jú, en þetta svona mynd sem að einhvern veginn bara, heilinn á mér fór bara á fullt. Hún ágenga? Ekki beint, af því að hún líður rosalega vel og ég myndi segja fyrir mitt leyti að það er ekki feilpunktur í þessari mynd. Mér fannst þetta bara dásamleg mynd í alla staði og það er bara mjög sjaldan sem það kemur fyrir mig og ég var bara, ég vissi ekki við hverju ég ætti að búast þegar ég labbaði þarna inn, en ég labbaði þarna út og já, eins og segja bara, ég var bara, heilinn á mér var bara, ég gat ekki stoppað og ég fór heim og ég ræddi við nokkra þarna eftir myndina en ég horfði eiginlega bara meira svona í augun á þeim og bara leiði þér eins og mér. Hvernig leiðir? Það sem ég myndi við að vera ágengað stundum það þannig að maður spegla sig í myndinni einhvern veginn og rótar í manns eigin svona hugmyndum. Já, þetta var ágengt að því leyti að ég gat spegla mig svo mikið í ekki bara aðalkarakternum í svona svolítið öllum í myndinni, en henni aðalega náttúrulega og hún er frábær, þessi leikkona líka, hún gerir þetta svo vel og ég trúði þessu svo vel. Þetta var svo raunverulegt. Það gerist kannski að þessi persóna birtist allt í einu í fyrsta skipti, finnst manni. Þú veist, hún hefur ekki verið áður í bíó þessi. Nei, ég las enda viðtal á heimildinni við hana Lilju Ingólfsdóttur, frábært viðtal á heimildinni þar sem að hún er að segja frá því, frá þessari leikkonu og hún hefur leikstýrt ekki ennþá mynd í fullri lengd en að minnsta kosti 20 stuttmyndum, hún Lilja, og þessi leikkona er ekki þekkt í Noregi fyrir nú. Já, ok. En hefur leikið einmitt bara í stuttmyndum og fleira og líka aðalekarinn sem ég man reyndar ekki hvað heitir. Sem að leikur líka frábærlega. Já, sem að leikur líka frábærlega. Hann er samt talsveit þekktari eftir en Helga. En ég hef ekki séð hann áður og hún var stórkostleg. Ég er svo djúpt snortin að ég veit ekki, það er svo margt. Men þið hinnar, hvað er við þessa mynd? Mér fannst alveg ótrúlegt hvernig að hún fer með því bara í einhvern tilfinningarússipana og mér fannst hún óþægileg á köflum og mér langaði eiginlega alveg að fara á einhverjum tímapunkti og ég bara, ekki gera þetta, nei, en eins og þú veist, þið eru búin að tala að þetta er svo raunverulegt og mér finnst svo merkilegt að hún Lilja sem ég vissi ekkert hvernig henni tekst að segja sögu sem er þannig að ég held að bara næstu hver einasta manneski í salnum hugsar bara, þetta geti verið ég. Já. Þetta geti verið maðurinn minn og svo bara Guð, já ég meina, og þannig á þennan hátt finnst mér þetta handrit stórkostlegt og náttúrulega allt, leikurinn og þetta er svona karþasis og fer með þig alveg og krafsar í brjóstið á þér og svo bara í lokin þá bara grætum maður út í eitt
og það rosalega merkilegt að listaverk og ég var svo glöð að sko það hægt að búa til kvikmyndir sem skipta máli. Mér finnst þetta að vera svo lesmynd. Hún skiptir máli. En af hverju skiptir máli? Á ég svaraði? Já. Bara að því að hún gefur þér svo, hún svo góður spegill og hún svona, já, hún eins og... Það er spegill sem maður hefur ekki haft áður. Ekki nógu afgerandi, ekki nógu skýr eða sterkur og eins og hún að segja, hún bara fór heima því hún það bara að hugsa að því hún hélt manni algjörlega en hún einhvern veginn hún bara, þetta listsköpun sem ekki bara listsköpun til að búa til eitthvað. Þú veist, maður finnur það alveg að leikstjórinn sem að skrifar handriti sjálf. Hennar hjónaband. Á stuttum tíma. En þetta ekki líka það stelpur að það þannig að þetta kona sem að segja sína sögu frá hennar sjónarhorni og við erum bara, því miður ekki orðnar vanar því að það sé bara normið. Nákvæmlega. Mjög góð punktur. En kannski ekki með þessum hætti að það sé svo bara takmarkað svo sín. Já, af því að hún opinberar sig líka svo mikið og þetta er svo hugrætt af henni að segja þessa sögu því hún segir að þetta sé kannski ekki alveg 100% hennar saga en maður finnur það samt að þetta ekki, hún ekki búið þetta til og hún búin að fara í eftirvinnslu pakkan með sjálfa sig til þess að geta skrifa svona eiturskart handrit eins og þetta handrit Hún var gift og eignaðist 2 börn með manni, skildi við hann, tók saman við annar mann og eignaðist 2 börn með honum og þau voru svona við það að skilja en það er maðurinn í dag, þetta hljómar allt eins og... Og hann ekki pródúsent og kvikmyndatökumaður? Er hann ekki pródúsentinn og kvikmyndaframleiðandinn og kvikmyndatökumaðurinn? Hann ekki framleiðandinn, hann kvikmyndatökumaðurinn, já, ok. Þannig að þau eru að vinna með sitt líf. Já. Mér fannst, ég saknaði eins að ég hefði viljað vita hvað var það sem að hún hafði aldrei tækifæri til að vinna. Mér langar svo að vita... Það skiptir ekki máli. Ég veit það, en ég varð forvitin. Var hann ekki eitthvað grafískur hönnur eða eitthvað svona? Þú veist... Myndlistakona bara syngst mér. Já. Það eru auðvitað aukvæð. Með við stúdíóið, einar ríða sanna. Já. Það var eitthvað sýnt hana í smá senu þar sem hún var með eitthvað svona listgjörning mjög snemma. Eitthvað fárálega. Ég hugsaði bara að verður bara ekkert að vinna með þetta. Svo sena er alveg farið. Hún var eitthvað að lesa eitthvað svona alveg í byrjun. Í byrjun eitthvað listasýningu, eitthvað svona gjörning, eitthvað svona Já, áður en hún hitt hann. Já. En byrjunin var einmitt, fannst mér svo vel gerð hvernig hún rúllaði áfram í tíma sem mynd. Hvernig hún vann með tíma. Já. Að því þú varst svo strax bara komin inn í einhverja rosalega flókna, internal atburðarás. Ekki endilega það sem var að gerast, heldur varstu strax komin inn í hausinn á henni. Hún náði að gera það svo vel, fannst mér. Að vinna með tíma. Eina spurningin sem mér fannst svona ósvarað, það er hvers vegna hún var svona obsessív á að komast að nyrði hennar í byrjun. Mér varst það svolítið svona, það var eina sem ég var skrítið því hún bara hvernig sá hann og svo var hún alveg bara mér varst það svona það var svona eina sem ég skildi ekki alveg. Hefur þú aldrei orðið svona ástfangin svona? Þú veist, ég var 16 ára, eldi ég einn náunga heima Casablanca balli, þú veist, skilur við. Ég man eftir einu, atviki. Er það hjá þér? En ég held að leikstjórinn og Lilja hafi einmitt talað hvað ástin er mikilvæg. Ég held að leikstjórinn trúir á svona ást. Lifað af ferðina frá Casablanca einhvern tímann. Og trúir því að... En maður upplifði þetta var svona brími, hún bara varð að fá hann. Og hann var líka svo sjarmerandi, mér varst það svo gaman að sjá. Samband var líka sýnt þannig, það var svona brímasamband til að byrja með og svo minnkaði bríminn og þá er spurningin hvaða samband er þetta sem við erum með, hún var náttúrulega fjallum þar, sem er svo sem oft verið gert áður. Sem bara öll hjónabönd gangi gegn þú sem lítið börn, það er bara rúslega leðilegt. Það er ekki leðilegt, það er kannski bara leðilegt fyrir hjónabönd, þú veist, líður svolítið fyrir það. Já, en mér finnst bara líka, hún er bæði svo sértæk og maður svona alveg bara fer inn í bara já, þetta er ég, þetta er mamma mín, svona var sambandi mitt við þennan listamann og svona var það við hinn listamannin og eitthvað svona, maður fer alveg þangað og og svo er þetta líka bara svona eins og bara metafóra einhvern veginn, fyrir bara ferðalag, þetta er alveg svona það að vera kona, móðir, og svo fyndin. Já, bara, og bara dásanlegt fólk einhvern veginn, skiljiði, og svo bara eitthvað lífið og svo er einhvern veginn
þú veist, og hann eitthvað að sinna ferlinum og hún alveg að bugast heima og þetta svona dálítið dæmigert en það sem ekki dæmigert, það að hún svo heiðarleg og hún fer alla leið og hún fer að skoða nákvæmlega, þú veist, já, við getum alveg, þú veist, og sannlega tengi ég við það að ég er mjög oft frústrerað út í einhvern veginn samfélagsgerðina sem við búum við og það er mjög flókið að vera kona í kvikmyndagerð til dæmis og með börn og eiga börn með listamennum og allt þetta, en, þú veist, ef það væri bara verið að fjalla það, þá væri myndin bara ekki svona áhugaverð. Hún er áhugaverð vegna þess að við förum, þú veist, hún fer í svona sjálfshæðarleika ferð, þú veist, þetta er bara hetju saga í rauninni. Hún þarf að fara, hún horfir í speil, hún verður að fara allalið. Ég ætla ekki að segja mikið. Nei, það er nefnilega málið, maður má ekki segja mikið. Nei, má ekki segja mikið. Maður langar svo að segja. Ég veit það. Langar svo að segja allt. Það veit allir að í Hamlet degi allir í lokinu, samt fyrir fólk á Hamlet. Sko, ég fór með mömmu minn á svo mynd. Ég hefði svo óskað að ég hefði farið með mannin minn á svo mynd. Þú veist, þannig að hann verður bara að fara á núna. Ég hefði getið tala meira við hann, þú veist, eftir myndina, skilu, þetta hefur verið löng bílferð á leiðin heim, þú veist. En það sem situr eftir, ég er ekki búin að hugsa hann síðan ég fór á hann, jú, þú veist, en ég er ekki svona heldtekinn kannski eins og þú, það var bara rosalega góð mynd. Það? Já, ég horfði í augun sko mömmu þinni og við horfðum okkur aðra bara mamma ætti að vera þetta frekar. Nei, en þú veist, það sem situr eftir er bara þessi stórkostlega leikur, þú veist, mér fannst hún bara vera bara pissa fram í aðra leikara, skilur, þessi leikona og unglingurinn og allt, þú veist, og senan, það er svona ein löng sena sem hann horfir í speil, aldrei klift. Hún var svo flott. Nei, ég bara, hvernig getur leikonan gert þetta? Var hún 5 daga að gera þetta? Þú veist, ég bara, hún er lítur, ef þetta hafi verið one take, ég bara, já, þetta var náttúrulega one take, en ég bara segja að gera hún þetta bara einsinni, eða gera hún þetta var svo magnað. Það fannst mér sitt, og svo líka hvað hún var fyndin, og svo líka munið þegar hún fer hana, við erum búin að sjá einhverja senur, þú veist, í partí og bla bla bla, svo fyrir hún aftur og við sjáum það aftur, þar sem hún segja, undirbúið að ég fari frá það eftir 7 ár og skaldu undirbúa, það var svo klikka brot í myndinni, þú veist, að það kom, ég elska myndir sem það, þú veist, sem er bara venjulegar og svo kemur eitthvað eitt lítið skrítið. Já, því að við sáum, þetta var alveg sömu skotin með allt öðrum undirtóni. Þetta var svona tilvistarlegt innlegg að sko fortíðin okkar er mótuð af nútímanum, hvernig okkur líður. Og svo var ekkert aftur þannig skot, þú veist, og það hefði verið svo eðlilegt að það þá farið oft í svoleiðis, svona það hefði verið eitthvað svona gegnum gangandi þema, en það var bara eins. Jú, reyndar, þegar hún fer til sálfræðingsins og hún fer tilbaka og hugsar frá hinni hliðinni. Já, reyndar, já. Það skiptum vinkil. Hvað þetta var sniðugt. Mér langar svo að fara til þess að þerapista sem var hjá hann. Já, sem að maður verið að leggja sér bara. Já. Brilliant típa. Já, og hún var mjög bara í raun og veru nauðsynleg fyrir þessa mynd. Þerapistin hennar bara til þess að fá innri dialógin hennar. Já. Fram. Hún býður henni upp á elsku sem að hún er erfiðleikum með að þykja. Já, leggstu breyðisku hugsun. Leikstjórnin er alveg stórkostleg. Maður sér það svo í þessum nánu senum hvað þetta hefur verið bara, hvað hún er alveg ólinn greinilega Lilja. Það leitaði vola á mig bara A Room of One's Own eftir Virginia Woolf að því mér finnst þetta að vera öskur og ákall það. Og ég fór að gáa því, sko, hún er skrifuð 1929, þá kemur hún út. En ég held að konu sé búin að vera allan tíman síðan þá með þetta primal scream, þetta öskur ég verð að fá andrými. Og mér finnst þessi mynd vera bara eitt stórt, sko, óbúslega heiðalegt, velgert svona öskur. Talandi það, þá er ein sena í þessari mynd. Þar sem akkurat, þetta er gert svo vel, ég vildi ég hef skrifað þessa senu, ég hugsaði að skrifa þessa senu, þar sem hún er sko í búðinni og börnin að öskra og hún er búin með allt á kortinu og kemur síðan heim og þessi er búin að kúka og þessi er að koma ritgerinn á og það er bara, hún náður svo vel, þið vitið allar hvaða moment þetta er, þú ert bara, þú veist, þetta er bara og það sem er langar, það eina sem er langar til að gera, það er að búa til þessa dískotans bíómyndarna sem er búin að liggja þú veist, onni skúffu hjá þér í skilur og er alltaf að ferðast með þér eða skrifa skáldsöguna eða leika hlutverkið eða þú veist og þetta er einhvern veginn alltaf í gangi og bara lífið tekur alltaf yfir og svo kemur hann einhvern veginn heim og er svo sætur og góður og svo erfitt að vera á hótel bara 6 vikur og svaf svo illa á hótelinu það var svo fyndið þetta var dásamlega senur ég er bara rétti pann en
Þetta hefur verið fjallað áður rými kvenna og kallarnir sleppa svona billegra frá þessu og svona álægi á þessu og það hefur verið fjallað það áður. En það ekki það sem sérstakt þess að mynd að hún fer eiginlega í svona skoðun á því af hverju kemur hún svona bækluð inn í samband. Algjörlega, en það þetta ferðan. Og það ekki það sem eiginlega sérstaklega við þessa mynd. Jú. Og hérna með heimsókn móðurinnar og þetta er náttúrulega bara eins og Ódysseusferð hún fer í svoleiðis ferð að leita að sér og reyna gefa pakkan með teð. Já, af hverju er ég svona? Af hverju er ég óhæf að þykja ást og gefa ást. Já. Algjörlega. Svo var náttúrulega endurinn alveg þannig að ég bara nei. Hann er náttúrulega svolítið hann er tveir endar. Ég veit að svo sagði einhver bara að við stóðum upp en hann er opinn Vilborg. Ég er nefnilega hirti svolítið nokkaðan í andurinn á eftir og fólk var svona sumir voru bara hún endaði, ég bara nei og það var svona eins og fólk að upplifa endan ólíkt, ólíkan hátt. Þetta gæti verið svona, þetta gæti líka verið hennar hugsun. Akkurat. Þetta bara veit ekki hvernig þetta er. Nei, nákvæmlega. En það þurfum við ekkert að vita það. Ég var að fatta það núna. Þú varst bara að ráða því sem áður. Við veitum alveg hvernig ég hugsaði bara, þetta endaði náttúrulega vel, þau eru ennþá saman og eru að framleiða þessa mynd. Það er reyndar þannig, Já, en þetta er náttúrulega, auðvitað er þetta byggt á, þetta er ekki hennar hjónaband, þetta er náttúrulega bara byggt á, eins og hún segir sjálf, ákveðnum tilfinningum sem hún hefur farið í gegnum, ákveðnum aðstæðum, það eru sumar aðstæður sem eru sjálfsæfisögulegar, svo hún sagði þetta er að mestuleyti bara fiksjón, en það er náttúrulega byggt á bara þessu ferðalagi og þú getur ekki skrifað svona mynd og leikstýrt svona snildarlega nema hafa farið og unni vinnuna og farið í gegnum þessa sjálfs og það sem mér finnst svo áhugavert líka að hún er eiginlega að fara inn á svona það sem er algjör tabú og sem er að nota svona þerapíu í rauninni þessi mynd einhvern veginn hún er líka bara pingu þerapísk hún er einhvern veginn það sem verður ekki bara pingu en hún er og það er okkur svona hugrekki og ég persónlega ég held að annarkvort þú þarft bara að vera manneskja í sambandi við mjög góð sambandi við kvenlegu hliðinni þér eða vera kona til að geta gert þetta ég held það konu allavega og það er bara akkurat þessa tegund af af því að hún endar þannig séð vel af því að hún hefur þetta hugrekki einmitt að horfast í augu við sig og sína bresti sem að eru svo djúpir að þessi sena með mömmunni finnst mér líka algjörlega yndisleg að bara hún verður að vera vegna þess að það útskýrir svo margt í hennar í raun og veru bata í þessari sögu. En er ekki bara mæðra sambandi líka bara alveg sjálfstætt innleik rosamiklu tróðið í þessa mynd og meðal þess að mæðra sambandi sem eru þær eru móðurinn upplifir hana eins og hún hafi alltaf verið að reyna að ná ykkur út úr sér ekkert vilja að gefa hún upplifir að hún hefði ekki fengið nóg mikla ást þannig að þær eru báðar eiginlega helaumar eftir magnarsamband sitt að því raun og veru eru öll samböndin í þessari mynd svolítið dysfunctional það er dysfunctional samband við móðurina og það er dysfunctional samband við mannin og við unglingin og vinkonan með það að vera vinkonana því að vinkonan er ekki að hjálpa henni. Nei. Vinkonan er að reyna að fá hana inn í sína sögu eins og við erum oft. Við hlustum á eitthvað svona, svo viljum við eiginlega fá samþykki fyrir því að það sem er að þér er það sem er að mér. Það hætti ekki það ekki, að vinkona var ekki alveg góð vinkona. Var ekki bara meðvirka vinkona? Jú. Mér fannst hún vera svona, mér fannst hún vera svona, þegar við förum styttirleiðina einhverju. Ok, já, sagði hann þetta, nei, sagði hann það í staðin fyrir, já, en byrja, af hverju sagði þú þetta af hverju brast þú svona við, skilur af hverju gerist þetta þetta var hún ekkert að vilja hitta vinkun sína, sko nei, þú veist nei. Og líka senan þegar hver á þennan sokk, hver á þessa peysu þú veist, segja hvað ég er ógeðslega klár og dugleg þið veit ekki neitt en þú veist, kallmenn er bara ógeðslega góður í mörgu öðru og ég er bara mjög vel gift ég fattaði það en hugsi ykkur þessi sena einmitt hver á þennan sokk og hver á þennan peysu dýrleg hugmynd að senu til að sína vald sitt en það sem er svo gott við þessa senu er að hún er ekki farið í þessa senu en hún er ekki bara tvívíð, hún er ekki bara hún að sína vald sitt, hún er líka hún að haga sér algjörlega fáránlega
og koma inn í ykkur vörn og búin að búa til þessa senu. Og kannski, maður veit ekki alveg hvort, þú veist, meina vissulega, hefur hún betri yfirsýn yfir hver og hvaða sokk og hver og hvaða peysa á heimilinu. Og meðan að maðurinn var niðri svona yndislegur að dansa í börnin. Já, í góðskapi, þú veist. En þú veist, það er bara þetta einhvern veginn að þú veist, það hvernig hún er eiginlega svolítið skrimsli í þessari senu líka. Þess vegna finnst mér þetta svo hugrætt að því að til í að sína þessar hliðar sem eru þetta til. Maður var ekki fullkominn, þú veist, maður var ekki alltaf bara já, þú veist. Ég held að það sé það góð. Personan mjög í raun og veru oft bara pirrandi og maður langar bara. Hún náttúrulega bara tímabila dettið að vera skrimsl, hún dettið að vera stalker, hún algjörlega obsessed og ræður bara ekki við, hún bara ekki í jafnvægi út af skilnaðinu. Það líka raunverulega inn í þessari sögu. Já, sem líka mjög góð sena. Ég alltaf að fá ykkur upprifin. Sko, nú ég tvískilin og þetta bara áhugaversti staður sem ég verið á æfinni, þú veist, það að skilja, því maður fer alltaf líka í narratífuna, ég ætla að hafa rétt fyrir mér, mín útgáfa rétt, eitthvað svona, þið veitir, og svo, þú veist, þegar lengra líð frá þá bara eitthvað slaka maður á og maður bara eitthvað, guð, hvað þetta vandræðilegt, þú veist, af hverju var ég svona, af hverju var ég alltaf að segja þetta, þið veitir, og þetta bara svona, og þetta ótrúlega svo áhugaverður staður að vera, maður gerir alls konar og hver og einn held ég að fara bara sína ferð með þetta, en maður gerir alls konar órjökréttir hluti, eins og hún að gera þarna, sko. Áhugaverður staður til að vera á eða áhugaverður staður yfir að hafa farið í gegnum. Já, þess að heldur líka þetta sé svo óþægilegt, það út af þessari speglun og þessu sem þú ert að segja, þetta er flókið og ég meina við erum ekkert öll á okkar besta stað í þessum aðstæðum. En lífið svo flókið og það til dæmis eins og þetta hún að fjalla svona tabú að því að þú veist ef að konar eitthvað gagnrýna og hefur verið að gera í gegnum tíðina þá hún að kvarta, hún að væla, hún fórnalamb, bla bla bla, þú veist, ég meina ég man eftir að því ég nú eldri en þið að ef að þú varst að skrifa ljóð eitthvað sem að varst kannski að gagnrýna manniðin eða lífið eitthvað, þá var það kallað Tikkanen komplex. Marta Tikkanen skrifaði rosalega fræga ljóðabók þar sem hún, ég held að hún byrji og hatur mitt mun brennaði til eilífrar ösku. Þú veist, það alveg þetta en þá voru allar að passa sig að vera ekki, nei ég ætla ekki að vera að kvarta, ég ætla ekki að væla, ég ætla ekki að vera betra konan. Núna sem betur fer upplifið það að þú getur ekki lengur verið með svona svipur á konum, við mögum bara segja bara hvað sem okkur sýnist en þú veist, fyrir einhverjum árum þá bara var alltaf, þú veist varstu bara út í hún fer svolítið gegnum þetta, hún með á þetta tímabil en síðan í svona í lokin þá hún svona komin yfir það, kannski að svona út að lýsa og þá voru hún að segja að bara gott ef við höldum áfram en það líka allt til að við skiljum það bara tveir góðir valkostir sem eiginlega bara að vera heil manneskja að ráða við ólíka framtíð. En nú þið allavega börn með maka sem þau eru ekki með það truflaði mig rosalega þegar hann var að koma og nei, ég get ekki tekið börnin eða eitthvað svona þú veist, það bara þannig þú veist, kallan í sleppa billegar ég meina, ég get ekki sagt það en ég alltaf samt að segja, ef þú verður svona mér þá myndi ég bara segja, en það þín vika, bless þú veist, þá verður bara skilja börnin eftir á göttinu og taka þeir það auðvitað börnin Nei það er samt þess vegna spyrja ykkur það truflaði við myndinni hún getur ekki við sett inn annars á samt í myndinni gætur að hugsa þannig að hún vill raunverulega ekki hafa 50-50 vegna þess að með því að vera meira með börnin þá hefur hún yfirburðarstöðu í þessu sambandi þannig að það getur líka verið þannig að þú færið eitthvað út úr því ég veit ekki, ég ekki kona ég veit að það oft þannig í lífinu en ég sá það samt ekki í myndinni Já, mér fannst þú svona vera að vera alltaf að segja við börnin að faðirinn væri með lægri stöðu mér fannst það og sömuleyti spilar það inn í átöki við unglingsstúlkuna En svo einmitt þegar hún sleppir tökunum í lokin við stelpuna því að þú veist, hún kannski búin að vera líka hengt upp á þráð við unglingsstelpuna sína að þá bara Já, þá táraðist ég. Já, þá táraðist ég nefnilega líka. Og trúðu að allt gott fyrir á milli til eilífðar? Nei. En ég langar að varpa einni spurningu hérna. Haldið þið, nú þetta norsk mynd og hún væntanlega styrt af norskum sjóðum og kvikmyndasjóði. Haldið þið að þetta handrit eftir konu hefði fengið styrk frá íslenska kvikmyndasjóðunum? Já, svo það nú annað að það sem að þessi mynd, hún náttúrulega sýnd í þessu samhengi að það aftur niðurskurður í kvikmyndamiðstöð og til dæmis ég og Vera, við höfum nú verið ansi virkar í vift
sem eru samtök kvenna í sjónvarp og kvikmyndagerð á Íslandi og ég ætla nefnilega ekki, ég ætla aðeins líka að vera ósammála því sem hún sagði áðan að konur núna megi bara segja allt. Ég upplifi mikið, mér finnst konur virkilega vera að passa sig. Í kvikmyndagerð finnst mér konur ekki vilja styggja, það svo mikið testosterón setti bara á Íslandi og allan heim að ég bara get ekki lýst því og það mjög flókið að starfa sem kona á setti á Íslandi. Það líka launamismunur ennþá. Það launamismunur, það ennþá og það alltaf þetta, maður alltaf að passa sig og alltaf að vera næs og ekki að styggja og ekki að gaggrina og ekki að segja skoðun sína af því þetta það er ekki umhverfi, það er ekki örugt umhverfi til þess að eiga þennan dialóg og það það ekki í litla samminginu á setti og það ekki í stóra samminginu. Það verður bara algjörlega sammála því sem þú ert að segja. Já, og það bara mjög mikið vandamál og það bara mjög alvarlegt að þessi vera að skera niður í kvikmyndamiðstöð, ekki bara fyrir unga uppröndi leikstjóra, heldur eins og Dögg Mósesdóttir benti á Facebook bara í gær, að þú veist, núna hefur þetta verið þannig, það mjög mikið minni kynslóð til dæmis og kynslóðin fyrir ofan að þú veist, konur að gera sína fyrstu myndir á 60 og 70 aldri. Er þetta eitthvað grín? Þetta bara hlægilegt. Þetta fáránlegt. Við sjáum hana Lilju sem að gera sína fyrstu mynd núna, hún hefði mögulega bara átt að fá sitt tækifæri aðeins fyrr. Já, hún búin að gera 20 stuttmyndir. Já, hún búin að gera 20 stuttmyndir, ef ekki fleiri. Já, og það sem að, þú veist, að gerast núna að eða halda fram að skera niður í kvikmyndasjóði, sjónvarpssjóðurinn ekki komin á laggirnar og hvaða sögur ætlum við að segja? Við ætlum bara að gera eitthvað svona tvíviðar copy-paste löggu-seríur á ensku. Nei, þú veist, í alvörunni. Af því þessi mynd akkurat það sem ég þurfti að sjá. Hún bara svo mikið það sem ég þurfti að sjá og þess vegna ég kannski bara svona mikið í losti af því að þetta var bara mynd fyrir mig. Já, og sagan sem okkur var allar langa til að segja. Okkur var allar langa til að segja. Þú veist, ég er með heilt handrit sem byggt á sömu reynslu eða bara mitt take og það sem allt öðruvísi, skilurðu. Og maður fær bara svona, þú veist, þess vegna líka, þetta ekki bara eitthvað þessi mynd, við getum fjallað hana sértækt, en svo líka bara í stóra samhenginu, einhvern veginn, þegar maður nýbúin að fá fréttir af auknum niðurskurði kvikmyndamiðstöðvar. Tók sem maður erum ekki að fara að fá þessar sögur frá okkur. Já, það maður bara, fallast okkur bara hendur, bara já, ok, ef ég heppin, þá fæ ég að gera eina mynd 68 ára, ef ég lifi svo lengi, skiljið. Þú veist, líklega ekki að því að þú veist, það náttúrulega bara... En við skulum taka það fram að það náttúrulega meiri peningar í bransanum í Noregi, en þetta hefur ekki verið dans og rósum var ég lesa hjá henni Lilju því að það tók hana meiri 6 ára fjármagna þessa mynd. Það var sagt neyðan og nokkur sér. Það eru nánast engar útisennur, það eru fáileikarar. Mjög ódýr, sko. Hún ekki stóri í sniðum. Já, algjörlega. Hún hefur kannski fengið svona konustyrk, eins og það kallað. Já, en það líka bara, það þekkaði mjög margar konur. Þetta bara, þegar að leikstýrar hittast, þá þetta einhvern veginn svo oft, þá hefur þetta svo oft verið viðkvæðið að þú veist, það hefur enginn áhuga þessar sögu. Nei, það búið að segja þessar sögu. Nei, eða það bara hefur enginn áhuga. Ég fengi það. Já, svona konusa hefur enginn áhuga. Þetta er svona sérstætt genre. Hjá kvikmyndamiðstöð, það ekki þannig að þau eru með svona, þú verður að gera 50-50? Það er komið eitthvað ákvæði sem veit ekki hvernig, Já, bara eins og við þurfum að gera í fyrirtækjum jafnlauna og jafnkyn og svoleiðis, bara eins og ég er með ísbúð, ég þarf að gera það. Já. Þú veist, ég þarf að hafa hugsa hver margar konur vinna, hver margar kallar vinna, allir fá jafn laun og svona, það ekki að kvikmyndamiðstöð? Það eitthvað svona gátlisti sem maður þarf að fara í gegnum. Prætt þetta. Ég veit nokkuð með hvernig þetta er. Nei, það alls ekki þannig. Það fáránlegt. Já, það alls ekki þannig og það bara mjög flókið að setja þannig að því að, þú veist, kvikmyndasjóður og kvikmyndamiðstöð, þetta eitthvað svona batteri sem ég skil ekki alveg, þannig staðsett í kerfinu að það ekki hægt að setja þetta, það þarf eiginlega bara að setja þetta í lög, það ekkert að setja þetta bara einhvern veginn í reglur kvikmyndasjóðs og þannig að það bara svona tilmæli sem að, þú veist, ef þú gerir þetta þá eru meiri líkur að þú fáir styrk, þú veist, og þess vegna, þú veist, hafa framleiðendur verið að setja inn einn kvenhandritsöfund, þú veist, kallinn leikstýr í 4 þáttum, konurnar leikstýra sitt hvorum 2, þú veist, það er svona verið að setja inn í umsóknir, þú veist, og þó það, en þú veist, ég hef ekki séð, þú veist, jú, það hafa reyndar, þú veist, núna bara á síðustu árum hafa komið nokkar myndir eftir konur, en þú veist, það hefur, og það, þú veist, það hefur alveg verið unnin ákveðin vinna, ég veit ekkert hvernig staðan er í dag,
og ég myndi vilja sjá það miklu skýrar. Og En ef það hvernig eru hún 10 verður karlmenn eftir sem niðurskurðar sækjum og kemur. ein Hvernig verður kona, eftir niðurskurðinn? þú veist, það eru 10 karlmenn og ein kona, finnst ykkur þá rétt að kona eða fá það? Þú veist, Það skilur er náttúrulega eftir hvert verkefnið er. Já. Mér finnst að meta verkefni ekki út frá kennitölu og ekki út frá kyni. Nei, Skilji. nei, ég er að segja þess vegna, en það eru fleiri karlmenn sem sækjum. Það er líka hægt að meta bara afraksturinn, hvaða myndir eru að koma og erum við að búa til myndir sem eru Ég meina, bæði hver var sögur þetta? kvenna og kalla og erum við Íslendingar að búa til myndir sem að En afrakstur að hvað leiti, vegna þess að erum við myndir sem sýndar? Erum við að tala um menningarleg gildi eða erum við að tala sko hagnað á myndum, hvað erum við að tala um sem... hver er Annars verðum við ekki að mælikvarðinn? styrkja þetta. Já. Já, en það? Er ekki svona bara mjög oft verið að styrkja myndir sem að sé fram á að, þú veist, er þetta að fara að make a sense budgetlega séð, er þetta að fara að græða pening? Þú veist, er það ekki alltaf svona... Það er náttúrulega verið að flytja svolítið Aðalmálið. náttúrulega með endurgreiðslinu og fleira. Það er saman voru gert við bækurnar og blöðin að það er eiginlega verið að láta markaðinn velja hvað á að styrkja sem er náttúrulega, ég svo fólk á miðja síðustu öld að þau bara hlegið á hugmyndinni sko. Ég meina svona Hvaða mynd rugl er eins það? Þú og veist svona menningarsjóð til þess að styrkja smjörlíkiskerð. Lilja var að gera, er að fara að gera mjög góða hluti, bara rosalega góða hluti. Ég veist að hún sé að fara að græða eitthvað svakalega pening á þessari mynd. Nei, Þó hún sé að bara fara að þurft að ferðast segja og verði hana. séð. Já. sko, Hún er reyndar, ég held að þetta sé mynd sem að muni ganga vel í bíó. Ég held að þetta sé svona ekta mynd sem að spyrst vel út, það er svona hægt og bítandi byggist upp. Ég vona það. Já, þetta er bara, Ég vil bara trust me, allir ég sjá bara, sem ég bara, Og líka bara hengja með að þennan gengur leik sem að þessi leikona sýnir að þá hún brýtur bara einhvern glervegg út allt af því að hún er bara ósminkuð og nuttar á sér augun og er ljót og falleg og alls konar og allt innu sérðu bara unga konu sem að bara er alls konar. var maður að tala um myndina og svona hér og þar. Svo fór ég okkur aðra mynda á Riff og hitti þar vinkona mína sem er frá Östur-Evrópu og ég var að spyrja bara hérna þessa myndir, hún hefði séð þessa mynd og sagði, ég veit ekki mér er svona andfeminísk sagði hún. Er það? Það er náttúrulega í Östur-Evrópu er sko kvennabaráttan upp á líf og dauða, hún er það svo sem hér líka en það er enn frekar þar. já, ég skil alveg hvað hún er að meina. Já. Af því að hún er svona óþölandi típan. Nei, af því að hún Nei, ok. Nei, þú skalt bara leggja Nei, af því að hún er, þú veist, ég spurði mig líka alveg að þessu, þú veist, og kannski má hún bara vera bæði, þú veist, kannski, þú veist, andfeminísk er kannski svolítið langt gengið, en, þú veist, jú, kannski, þú veist, það má alveg sjá hana þannig, það er hægt að lesa hana þannig, af því að hún fer, það er sem sagt, hún sem er vandamálið, en sko, og þess vegna kannski er hún svo hugrökk, af því að hún fer alla leið í því, já, þú veist, lífið er þannig að það er óþólandi að menn hafa yfirleitt kannski auðvildar að brautagengi einhvern veginn annar staðar fyrir út en heimilis konan festu í þessari stöð og næri ekki að skapa og búa til og allt þetta en svo er lífið bara líka þannig að við erum bara manneskjur með okkar bakgrunn og og þó að við séum konur að þá er ekkert alltaf þannig að við séum bara alltaf í rétti eða að við þurfum ekki að líta inn á við eða fara í eitthvað ferðalag eða horfa í stöðu við eitthvað sjálfar eða laga eitthvað eða skiljið, þú veist, þannig að kannski er hún er hægt að lesa hana sem andfeminíska og kannski er hægt að lesa hana sem bara svona turbofeminíska því að hún, þú veist, fer alla leið, skilur upp bara konur eru manneskjur sem að þú veist, Eru með sína bresti og... Já. En kannski er þetta eins og Pétur Gautur sem að sko er bara hann er að fara inn á við og hann er bara að skræla laugin og taka laugin ofan af sér. Hún var að gera það og mér fannst að því að það sem þú ert að tala um Helga og fór ég að hugsa aftur þessi senu þar sem að hún fyrir tilbaka og er að hugsa þegar að maðurinn kemur heimlóksins af hótelinu sínu. Hún er samt að reyna. Hún er að reyna að vera ógeðslega næs og hún er að bæla niður hvernig hún raunverulega líður að því hún ætlar að vera svo næs og ætlar að láta þetta ganga. En hún getur ekki alltaf. Hún getur ekki. Af því hún er mannleg. Þannig erum við oft, við gerum eitthvað sem... Og það var óþolandi þegar tók símtali við kennaran. Shit, hvað ég hefði trublast. Nei, ég hefði trublast. Hún var alveg rétti, skilur við, það er ekki þannig. En þess vegna skil ég að hún sé ekki, þú veist, út af því að ég hugsa oft bara, það er ekki svo mikið aumingi, skilur við. Þú veist, eins og þetta með fyrrandi mannin. Þú veist, ég veit ekki, ég hugsa allavega, mér líður þess að ég sé sterkar þetta, það myndi bara ekki vera svona á mínu heimili. Þú veist, ég myndi ekki láta, þú veist, það er bara bjóða mér þetta, þú veist, að ég væri bara eitthvað með krakkan eitthvað, þú veist,
skilur, hann gerir alveg jafn mikið. En þú veist, en En ég meina hvað með börnin? Þú veist, börnin inn í þessu mengi, sko. Þú veist, þá hún líka, Já. einhvern Maður veginn. þarf að vera bara, já, maður þarf bara að hjálpast að. Þetta svo flókið. Já, en stundum ertu bara í svona, í samskiptum við barnsföður þar sem ekki hjálpast að, Já, skilur. það er bara hræðilegt. Já, það er bara hræðilegt. Þegar þið hittist þá er það fyrir fram að börnin, þannig það er ekki góðu vettvangur fyrir úrslit og orustu eins og þú vildir hafa. Nei, Þannig að þú ferð aldrei tækifæri. nei. Það sem ég upplifði var að það sem að var frá sjónarhóli þessar konu sem ég var að tala við var það að svona ef þetta var að því að það er ekki gefið að eiginmaðurinn sé gerandinn í myndinni og hún sé þólandinn. Nei. Það er ekki gefið. Þannig að meðast eins og hún var að segja að maður er bara svo vanur að sjá sögur frá konum eða sem er sett inn í þetta. Það sem það er bara svo skýrt. En samt það sem hún tekur svona þroskasögu þessara konu inn í þetta og alveg æskusöguna og all samskiptin við eiginlega alla og bara all samskiptin þetta dregur það í gegn og þó hún sé að gera það þá yfirgefur hún ekki þetta með kynjahlutverkin og hvað kallandi sleppar hún gerir það á þeim vettingu og það finnst mér vera eiginlega sko ótrúlega magnað að henni takist að gera þetta. Þess vegna upplifum maður líka sko að myndinni það er svo miklu tróðið í hana. Ég mætti ekki setja, hún myndi springa sko ef það væri sett inn einsinni viðbót. En það gengur samt upp. Og það er bara, ég var bara, og mér langar aftur, þú veist, að því mig, það er líka bara, þú veist. Ég veit ekki hvort ég treysti mér. Nei, ég er sukki að fara aftur sko. Ég vil fara aftur. Ég er bara eitthvað að fara með dætu mínar, eitthvað að fara með þér. Ég sendi máta, ég er búin að senda fullt af fólki. En sko líka bara því að hún er líka bara í forminu, ég meina kvikmyndatökin er æði, lýsingin er æði og litapalettan er æði, leikurinn er æði. Mér varst það standa algjörlega upp úr. Fyrir utan handritið og allt svoleiðis, en mér var samt leikurinn, allavega það var það sem ég hugsaði þegar ég kom út. Þú hugsaði kannski meir Ég hugsaði þessa konu. Hún var bara, hún var svo góð. Og eins og þetta tala í einni senu, náðu hann að breyta. Annars var það vildi skamma hana, hvað vildi þú gera þessu konu? Mér langar að faðma hana. Líka. Já, ég er alveg sammála. Ég langar að faðma hana. Og litla barnið sem býr inn í henni líka. Algjörlega. Sem að sata við borðstofuborðið og upplifði einhvern veginn og týlir ekki alveg fjölskyldunni. Og fekk að leggja sig hjá sálfræðingi. Vildi fá eitthvað, kunni ekki að biðja það. Sá sem hún var ætlið að biðja það, kunni heldur ekki að lesa í það og við komum náttúrulega mörg svolítið sko bækluð út ræskunni. En mér langar, þú veist, þið langar að hún faðmi sig. Það er eina leiðin hennar til þess að geta horfst í augu við þetta allt. En hún gerir það svolítið í myndinni. Já, hún gerir það. Þessun er þessu. En mér finnst líka bara, þú veist, að því bara, þú veist, það, sko, að forminu til, að því hún er svona mjög, hún er svo superrealísk og svo hún er líka svo kreatív í formi. Hún er bæði og hún er bara svona, þú veist, hérna, maður þykist alltaf eitthvað vitum Freud, en þú veist, hún er svona sálgreiningarlega eitthvað, skiljiði. Hún er þannig ferðalag, sko. Hún er þannig ferðalag og líka í forminu einhvern veginn og fram og tilbaki tíma og allt þetta og adressa sömu hluti eins og maður er sjálfur, maður lendir upp á kantið eitthvað, svo líður tíminn og þú veist, og svo lítur maður tilbaka árið setna, þá sér maður þetta svona og hálfárið setna og svo 2 ára setna sér maður þetta allt öðruvísi og þú veist, bara einhvern veginn, hún er að vinna með þetta. Og svo líka erfðasyndin, þetta er það sem maður situr eftir í beinmergnum frá formæðrum og forfeðrum, en kannski aðalega formæðrum í okkar tilviki. Tónlistin var æðisleg og ég man ekki eftir neitt góðu þegar hún var að labba gangin. Það fikk vera best í bíó þegar hún mannst ekki eftir. Þá var hún svo hrættur þegar hún var að labbin eftir ganginum. Nú maður vill ekki segja meira að skemma. En eitt varðandi hvort þú séu raunsæi eða ekki, að þá er hún náttúrulega svona ferðalag og hún er svona sálrænt ferðalag sem að sést til dæmis svo því að börnin bara hverfa úr sögunni þegar hún er að kafa inn í sig þá heyrir ekkert meira af þessu börnum sem að þú veist, hún gæti ekki andað í 3 sekúndur á þess að vera bara það gekk bara allt vel heima fyrir sko ég var einmitt alveg séð bara því að það þjónar eiginlega ekki sögunni að hafa þau af því að hún er að fara að skoða sig og þá bara hverfa þau. En hún átti líka góðan mann að flestu leiti sem að tók bara við keflinu þegar þurfti. Já, algjörlega. Mér finnst það líka svo góð saga þegar, hérna, þú veist, góð sinna þegar hann þú veist, hún er bara það, ég hef hann að vera hérna með þessi börn, bara það. Svo, þú veist, og svo bara, hérna, líður smá tími og svo bara kemur hérna SMS, já, hérna, bara, ég get alveg verið með börnin, ekkert mál. Eða, já, hún vildi bara fá konfliktið við hann. Þú getur fengið börnin að þú vilt, bara alltaf, og hún bara, og þá verður hún alltaf ennþá frústrera, Mér finnst það að vera frekar eins og hún var í fjarlæða heimilinu, sko. Það
það var næstu þannig. Já, af því að hún er svo... Hún var, þú veist, sagan er eiginlega sögð þannig. Það svolítið þannig. Fjölskyldan gat ekki læknast nema hún færi hennar leiðangur. Já, hún þurfti að fara hennar leiðangur. En líka, þú veist, einhvern veginn hvernig hann gerir það er líka bara svona, hann er líka algjör steik, hann er ekkert eitthvað alveg frábær sem maður. Ég fann til með henni í þessari senu. Hún er að reyna að tala við hann og hann er bara eitthvað... Nei, þú veist, hann er eitthvað... Hann er algjörlega emotionally, unavailable, alveg bara svona... Veist, ég tengdi þar. Hún annars er hún fjarlæða heimilinu og hins vegar bara flýr hún, skilur að því það er ekki hægt að vera þarna, eins og hún segir sjálf, í þessu skilur, þú veist. Nei. Og svo getur hún ekki tala við hann. Hún þarf að fara inn í þetta og fara að finna sig. Hann er ekki að fara að hjálpa henni í því. Nei. Hann er alveg bara jafn lost og hún sko. Þetta er saga manneski sem er að hennar þörfum er heldur ekki sinn. Hann er ekki, þú veist, hann er ekki að hlusta á hana. Nei, alls ekki. En hann er voða góður. Hann er voða góður. Og sætur. Já, og sætur. Rosalega sætur. Rosalega sætur. Það fær að hóa einhvern. En er ekki bara eitthvað skemmtilegt að gerast í bíó í Noregi og ég fyrir bara í Skandinavíu, heimsins versta manneskja. Er hún ekki líka norsk? Það er margt sem er að gerast bara skemmtilegt í... Love Me á Netflix, Jú, hún er líka norsk. Serían, hafa ekki séð hana? Elska mig. Er það eitthvað sem við verðum að sjá? Já. Ok. Geggjuð sería. Bara að taka þau orðinu. Það var bara, mamma hringdi mitt, var búin að horfa á hann til 2 nóttina og ég bara, ok, svo byrjuðum við að horfa á hana og það var bara long night. Já. Þú getur ekki hana. Ég held það sé líka norskt. Ég held nefnilega að Skandinavendir svo að koma núna. Þeir eru að setja peninga inn í kveikmyndagerð í Noregi, þannig að við erum að sjá afraksturinn af því, alveg sem við sjáum með Danmörku fyrir 30 árum síðan núna, að það er bara, þetta er að borga sig, farið að gefa okkur peninga, farið að gefa konum peninga svo við getum sagt þessar sögur. Já, akkurat, og við skulum líka ekki gleyma því að þessi myndi til vegna þess að það var ykkur hérna hjá norska sjóðun sem veðja á þessa mynd, sko. Þú veist, það er ekki bara þetta, þú veist, hérna, það eru fleiri liljur, þú veist, út allt, en það þarf bara ykkur að veðja á þær og það er bæði framleiðendur og, hérna, og sjóðurnir og pólitíkusagnir. Það þarf marga til þess að búa til mynd og að leikstjórinn búa hana til að þá sprettur það ekki upp á engu og það þarf eitthvað bakland til þess að gera það til þess að færa okkur sögur sem við ekki heyrt áður og persónur sem við ekki séð áður í bíó sem er náttúrulega ótrúlega gefandi og skemmtilegt og þess vegna er nefna í Skandinavíu mér finnst það að vera svolítið að koma frá Skandinavíu núna ég fór á mynd sem að frönsk mynd og við varum innflytjenda sem var að berjast fyrir því að fá landvistarleyfi og ótrúlega vel gert og eitthvað svona þannig mynd og ég var með þessa mynd svolítið í hausnum og ég sagði bara, kannski er bara Skandinavendir góðir í því að þetta getur ekki látið bara að fjalla myndirnar þá sem er í mesta vanda sko, við erum líka að vera með, það verður ykkur Bergmann að vera að fjalla það hvernig er að vera bara venju, Scandinavian Pain. Ég hugsaði svolítið Bergmann þegar ég var á þessari mynd. Já, mér fannst það var smá Bergmann í þessu. Já, það er að koma aftur. Það er svona eitthvað svona endurskoðun. Það var þakklátt á allfæri á þessu mynd, þá sýnir það að sé vöndun á svona myndum, eins og þér að tala um. Já, ég menna, ég bara sá ekki eina konu þarna eftir þarna, þegar myndið var búinn sem var ekki með smá bara tára og kvarmi, sko. Af mismunandi ástæðum. Og meir segja menn. Ég sá einn ónefndan grátandi leikara, hana, Karlmann. Sko, en mér langar líka að segja, þessi mynd, hún er, það sem er svo mikilvægt að koma fram, að við getum náttúrulega tengt alveg ekstra vel við alls konar sem kemur hana fram, þú veist, og sett uppið bara, hérna, þú veist, þessar aðstæður, en þetta er bara fyrst og fremst myndum að vera manneskja, fyrst mér, sko. Mjög mikið. Fyrst og fremst myndum að takast á við sjálfa sig, og hún er bara sögða konu, og þú veist, og hérna, og það er kona sem fyrir þessa ferð. Og það er líka bara svo gaman þegar fólk leifir sér að vera á svo gráa svæði, þegar hlutinir bara ekki svart-hvítir. Þetta er bara, svona er þetta. Og það tekst. Já. Það er alveg senurna sem ég sé bara svona að maður læst það að vera bara, nei, þetta er vandræðilegt, þetta er ekki að fara að ganga. Þetta var líka mjög vandræðilegt. Já, nei, en ég meina svona þannig að þú takir stökkið og gangi ekki upp og þú bara, eins og Tom og Jenna bara áttar í miðri hérna og svo bara, þetta er bara niður, skilur, en hún einhvern veginn, hún drífur yfir. En maður sé líka að hún er búin að hafa tíma til að hugsa þessa mynd. Þetta er ekki mynd sem sprettur upp bara út úr engu, sko. Og er vist með fleiri handrit í skúfunum. Ótrúlega En þetta var opnunarmyndin á Riff og var sýnd þar eitthvað í 1 eða 2 skipti en hún er byrjuð í Bíó Paradís þannig að fólk getur bara að fara í bíó eða vill. Bara ekki missa á þessari mynd. Við mælum með því.
Herðu, Vera, Vilborg, Helga og Anna, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. En ég sitt hérna áfram og reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.